Og þá komið að síðasta lið á dagskrá, það skýrsla bæjarstjóra, til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta hefur verið langt og gott sumar. Veðrið hefur leikið við hvern sinn fingur en vaxandi svæðis borgar samfélags hefur aldrei og hefur ýmsum boltum verið haldið á loftið þrátt fyrir sumarleyfi, kórónuveirufaraldur og sannkallaða hitabylgju sem lét svo blítt í júlí og ágúst og nú alveg fram í september. Í sumar hefur verið framhaldið vinnu við undirbúning stjórnsýslubreytinga hjá Akureyrarbæ þar sem ber eftirvitleitni hæst breytingar á skipan sviða, þar sem verður til nýtt þjónustu- og skipulagssvið en auglýst var eftir nýjum sviðsstjóra undir lok júlí og verður gengið frá þeirri ráðningu allra næstu dögum. Umtalsverðar aðrar breytingar eru einnig í farvatninu og ráðgert að þær verði allar komnar til framkvæmda næstu áramót. Þjóðhátíðardagurinn var haldinn hátíðlegur eins og vera ber en með þó nokkuð öðru sniði en venjulega vegna fjöldatakmarkana sem voru þá miðaðir við 300 manns. Listigarðurinn var eins og oft áður miðpunktur hátíðarhaldana hér í bæ og blómabíllinn fór hverfin með lúður og þitt og söng og skilaði leið þjóðhátíðarkveðjum til bæjarbúa. Miðvikudaginn 23. júní var haldinn vinnufundur bæjarstjórnar, formanna, ráða og sviðsstjóra þar sem farið var yfir fjárhagsramma sveitarfélagsins og vinnu við gerð fjárhagsáætlunar sem nú í fullum gangi. Að mínu mati var það afar gagnlegur fundur þar sem góður grunnur var lagður að starfi okkar næstu mánuðina. Nú fjórða bylgja COVID-19 lét á sér kræla snemma í júlí og sat í fjarfund með almannavarnanefnd vegna stöðu mála en þar var einnig rætt ýmsa náttúruvá sem að okkur steðjar. Snemma var ljóst að fólk ætlaði ekki að láta fjórðu bylgjuna lama íslenskt samfélag og smám saman höfum við lært að lifa með veirinu enda ekkert annað í boði. Þessi nýja bylgja sem nú guðsjólof í rénum hafði óveruleg áhrif á starfsemi Akureyrarbæjar. Niðurstöður í samkeppni viðbyggingu Ráðhúss Akureyrarbæjar og endurbætur á eldra húsnæði voru kynntar 15. júlí. Markmiðið með framkvæmdinni að færa alla miðlæga starfsemi Akureyrarbæjar á einn stað en með því næst fram umtalsvert hagræði og mun lægri rekstrarkostnaður til lengri tíma litið. Dómnefnd sem ég veitti forstöðu komst að þeirri niðurstöðu að veita yrkja-arkitektum fyrstu verðlaun fyrir tillögu sína og var hún valin til frekari hönnunar og útfærslu. Í síðustu viku heimsótti ég sveitarstjóra Norðurþings og færði sveitarfélaginu að gjöf forláta mynd af Húsavík sem Húsavíkurkaupstaður hafði fært Akureyrar að gjöf á aldarafmæli kaupstaðarréttinda okkar 29. júlí 1962. Norðurþing fékk myndina sem sagt tilbaka í síðustu viku og var það í tilefni af 70 ára afmæli kaupstaðarréttinda Húsavíkur fyrir árinu. Sveitarfélögin eru bæði í fararbroddi þegar kemur að endurvinnslu og endurnýtingu og því þótti mér vel við hæfi að endurnýta gjöfina frá 1962 með þessum hætti. Verkefnishópur Akureyri sem þéttbýliskjarni á landsbyggðinni hélt lokafund sinn snemma í ágúst og var skýrsla hópsins afhent samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra í gær. Ég tel að hópurinn hafi unnið mjög gott starf og vona að stjórnvöldum beri gæfa til að hafa tillögur hans að leiðarljósi til framtíðar. Akureyri yrði þar með skilgreind svæðisborg með ýmsum réttindum og skyldum á flestum sviðum stjórnsýslu og mannlífs almennt. Þetta hefur verið mikið framkvæmdasumar hjá Akureyrarbæ, ný og endurbætt álma Lundarskóla var tekin í notkun 23. ágúst og má með sanni segja að þar hafi verið glæsilega öllu staðið. Kennsluhúsnæði til fyrirmyndar og svarar að mínu mati fullkomlega þeim kröfum sem gerðar eru til skóladagsins í dag. Nýi leikskólinn Klappir hefur verið tekin í notkun og formleg vígsla á nýrri aðstöðu siglingaklúbbsins Nökkva á dagskrá seinna í vikunni. Allar þessar framkvæmdir eru til mikillar fyrirmyndar. En nú fyrir að hausta, flestir komnir úr sumarleyfum og spennandi verkefni bíða okkar í ört stækkandi svæðisborg. Ég vona að veturinn framundan verði gjöfull og blómlegur í starfi bæjarstjórnar Akureyrar. Það er bæjarstjórinn lokið máli sínu. Eftirtalda fundagerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 16. og 20. júní, 1., 8., 15., 22., 29. júlí, 5., 12., 19. og 27. ágúst og 2. september. Bæjarráð 24. júní, 1. og 15. júlí, 12., 19. og 27. ágúst og 2. september. Frístundaráð 23. júní, 18. ágúst og 1. september. Fræðsluráð 9. og 23. ágúst,
kjarasamninganefnd 12. júlí, skipulagsráð 23. júní, 7. júlí, 7., 11. og 20. 7. júlí, byrjum aftur, og 11. og 25. ágúst, stjórn Akureyrarstofu 24. júní, 19. ágúst og 2. september, umhverfis- og mannvirkjaráð 15. og 25. júní og 27. ágúst, velferðaráð 16. júní og 18. ágúst. Allar þessar fundagerðir má finna á heimasíðu bæjarins og ég slít fundi klukkan 18:23. Takk fyrir góðan fund.